Komið sæl. Í þessu stutta myndbandi ætla ég að tala aðeins nokkra kafla í Gylfaginningu eftir Snorra Sturluson. Byrjum hérna í kafla 42 sem að segir frá borgarsmíðinni svokölluðu. Það var þannig að smiður nokkur kemur til goðanna og býðst til að byggja virkisgarð fyrir þá sem öruggur fyrir bergrisum og hrímþursum, vondu köllunum í sögunni. Og þetta talaði með þetta sem borg, en borg svona virkisgarður, svona veggur utanum híbýli þeirra. En borgarsmiðurinn, hann vill að launum eignast gyðjuna Freyju, ástargyðjuna, og líka sólina og tunglið. Goðin, þau samþykkja þessa skilmála, þau eru alveg til í að eignast svona fína borg, svona varnarvegg fyrir bergrisum og hrímþursum. En þau setja þau skilyrði að þessi borgarsmiður nái að klára að gera borgina á 6 mánuðum, en hann hafði sagst geta gert það á 3 misserum sem 18 mánuðir. Þannig þau vilja hann gera þetta á miklu styttri tíma. Og hann má ekki fá hjálp frá nokkru manni við verkið, hann verður að gera þetta alveg einn, en hann fær leyfi til þess að hafa hestinn sinn sem heitir Svaðilfari til að aðstoða sig við verkið. Og hesturinn, hann ber svona stórt og þungt grjót til að byggja virkisvegginn. Nú þessi borgarsmíð, hún gengur alveg rosalega hratt og goðin alveg bara, nú erum við búin að lofa upp í ermina á okkur og við gætum mist Freyju og sólina og tunglið og ætla að fara að hugsa bara hvernig getum við brugðist við þessu, hvað hefur að gera alltaf að koma í veg fyrir þetta. Og goðin alltaf að kenna Loka, sem yfirleitt svona vandræðagaur, kenna honum að því að það var hann sem var svona samþykkt þessa skilmála að leyfa honum að hafa hestinn með sér. Þannig að þau svona kenna Loka og segja honum að hann verði nú að finna eitthvað út úr þessu. Og þau neyða Loka til að koma í veg fyrir að smiðurinn fái kaupið sem var búið að semja Freyju og sól og tunglið. Þannig að þau neyða hann til að finna einhverja lausn til að koma í veg fyrir þetta. Og það sem að Loki gerir er að hann bregður sér í líki hests, kvenkyns hests, Merar, og hann táldregur hestinn Svaðilfara, þannig að hann truflar náttúrulega verkið. Og þegar hesturinn Svaðilfari ekki lengur til staðar, þá gengur verkið miklu verri hjá borgarsmiðnum því hann hefur ekki þann svakalega góða hest sem hann átti til þess að bera fyrir sér allt þunga grjóti og þetta. Og hérna myndinni sjáum við Loka í líki kvenkyns hests og Svaðilfara og ástfangin af þessari Meri. Þegar smiðurinn sér að hann mun ekki takast að klára verkið, þá verður hann alveg brjálaður og færist í jötunmóð. Og þarna sjá goðin að borgarsmiðurinn var í raun og veru bergrisi sjálfur, þannig að hann einn af þessu vondu köllum sem hann lofaði að byggja vegg til að varna gegn. Og það hefði náttúrulega verið fellegt fyrir goðin að missa Freyju og sól og tunglið í jötun heima. Þannig að þetta nú eins gott að þetta kom allt upp og það tókst að leysa það. Og Þór, þrumugoð, hann kallaður til og hann þolir ekki jötna, þannig að hann lemur þennan borgarsmiði hausinn með hamrinum sínum, Mjölni. Og það náttúrulega fallegt gjald að hitta og heldur fyrir alla vinnuna sem ekki að borgarsmiðurinn búin að leggja á sig, hann næstum búin að ljúka við þetta borgarvirki þarna. En þarna sleppur þá Freyja við það að lendi í jötunheimum og goðin hafa ennþá stjórn á göngu sólar og mána. En Loki hins vegar, þegar hann var í líki kvenkyns hests, þannig að Merarinnar, þá varð hann óléttur og eignast svo hestinn Sleipni með Svaðilfara. Þannig að faðir Sleipnis Svaðilfari, þessi hestur borgarsmiðsins, en móðir Sleipnis í rauninni Loki því að hann var þarna í kvenhests líki þegar hann varð óléttur. En Sleipnir besti hestur í heimi, hefur 8 fætur og alveg rosalega góður hestur og hann verður hestur Óðins. Þannig var nú sagan af þessari borgarsmíði goðanna.